Þúsundir mótmæltu á Austurvelli í dag. Til átaka kom og lögregla handtók á 3. tug manna. Mótmælin standa enn. Stjórnarandstaðan gagnrýndi harðlega að þingfundur væri haldinn eins og ekkert hefði í skorist. Mótmælin heyrðust inn í þingsalinn. Þingmenn og ráðherrar komust ekki út úr Alþingishúsinu í allan dag. 2 milljónir manna fögnuðu þegar Barack Obama sór embættiseið sem forseti Bandaríkjanna í dag. Gamla Kaupþing lánaði nokkrum viðskiptavinum tugi milljarða króna skömmu fyrir bankahrunið. Þáverandi stjórnarformaður segir lánin hafa verið veitt til að gæta hagsmuna bankans. Viðskipti Kaupþings og Katarmannsins Al Thani eru sönnun þess að fjármálafyrirtæki og eigendur þeirra notfæra sér skattavinjar, segir fyrrverandi ríkisskattstjóri. Viðskiptin veki ýmsar spurningar. Sýslumaðurinn á Selfossi er hættur við að handtaka 370 skuldara eftir að hann fékk ákúrur úr dómsmálaráðuneytinu. Innheimtu aðgerðirnar eru ekki skynsamlegar í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu, segir dómsmálaráðherra. Vitar voru mikilvæg mannvirki og Ísfirðingar telja þá menningarverðmæti. Þar njóta þeir nú verndar og er ætlað að lýsa langa framtíð. Komiði sæl, það er komið að fréttum á Kastljósi þriðjudaginn 20. janúar. Þúsundir mótmæltu fyrir utan Alþingishúsið þegar þingfundur hófst eftir hádegið í dag. Tæplega 30 manns voru handteknir eftir átök við lögreglu og stór hópur mótmælenda þurfti að leita aðstoðar eftir að lögregla beitti piparúða. Aðalbjörn Sigurðsson fréttamaður er við Alþingishúsið. Hér mótmælendur langt í frá hættið. Þeir hafa kveikt eld hérna rétt fyrir framan Alþingishúsið og hrópa og kalla að segja að ríkisstjórnin sé vanhæf. Mínar upplýsingar segja að allir ráðherrar séu farnir hérna úr Alþingishúsinu en það séu nokkrir þingmenn hér ennþá inni. En allt þetta og öll þessi mótmæli hófust hádegisbil í dag. Mótmælin hófust rétt eftir hádegið skömmu áður en Alþingi kom saman á ný eftir jólafrí. Fólk var hvatt til að koma með hluti til að skapa hávaða og það eru margir við þeirri beiðni. Markmiðið var að vekja stjórnvöld af þyrnirósarsvefni eins og framkom í tilkynningu frá Röddum fólksins. Það eru samtökin sem staðið hafa fyrir mótmælafundum á Austurvelli síðustu mánuði. Hvenær komst þú hingað? Ég kom hingað svona milli 1 og hálf 2 eitthvað svoleiðis, já. Og af hverju? Af hverju? Til þess að mótmæla aðgerðum ríkisstjórnarinnar og raunar krefjast afsagnarinnar. Að hún er fullkomlega vanhæf. En að mótmæla aðgerðunum í dag komu margir ólíkir hópar, til að mynda óformleg samtök nemenda við Háskóla Íslands. Sá hópur marseraði á Austurvelli í hádeginu til að taka þátt. Mótmælin byrjuðu friðsamlega en spennan jókst og á endanum kom til átaka milli mótmælenda og lögreglu inni í Alþingisgarðinum. Lögregla var með mikinn viðbúnað vegna þessara mótmæla. Á annað 100 lögreglumanna voru í og við Alþingishúsið og piparúða var óspart beitt þegar lögregla ákvað að rýma svæði. Fyrst stéttina við viðbyggingu Alþingis og síðan sjálfan garðinn bak við húsið. Fyrirgefðu, hvað kom fyrir? Ég stóð og var að taka myndir af lögreglunni þar sem að fólki var að bakka og þá bara byrjuðu þeir að sprauta eins og vitindingar. Þeir spúluðu ljósmyndarna. Þetta er einn ungur ljósmyndari sem liggur hérna helsærður eftir þá. Þeir hafðu enga ástæðu til þess. Það var engin læti fólkinu og fólk var að bakka rólegt og þá bara gefur gusan. Og sko, svona hegðum frá lögreglunni og gengur ekki. Þetta því er stríð og það er bara að passa sér núna. Nú gengur þeir of langt. 20 manns þurftu að leita aðstoðar sjúkraflutningsmanna eftir að hafa fengið piparúða í augun og álíka stór hópur, að sögn lögreglu, var handtekinn. Flestir þeirra í Alþingisgarðinum. Hluti af þeim hóp satt lengi vel í horninu við glerganginn milli húsana. Lögregla tók líka í sína umsjá 11 ára gamlan dreng sem hafði sig frammi í mótmælunum og reyndar þurftu lögreglumenn að verja hann þegar steinum var kastað í átt að húsinu. Þrátt fyrir mótmælin ákvað forseti Alþingis að halda áfram þingfundi hér á Alþingi í dag og við það voru hreinlega ekki allir sáttir. Mótmælin utandyra bárust skýrt og greinilega inn í þinghúsið og inn í þingsalinn. Þingfundur hófst á tilsettum tíma, sá fyrsti að loknu jólaleyfi þingmanna.
Þingmenn Vinstri grænna sögðu hins vegar að miðað við ástandið væri ekki hægt að halda þingfundi áfram og skoruðu á forseta Alþingis að fresta fundi. Það kom ekki til greina að láta mótmæli hér við þinghúsið hafa áhrif á framvinduna hér í þinginu. Það kom að sjálfsögðu ekki til greina. Við höldum okkar striki, það er skyld okkar. Þingmenn stjórnarandstöðunar gagnrýndu vinnubrögð ríkisstjórnarinnar harðlega og kölluðu eftir svörum hvað ríkisstjórnin væri að gera. Þess vegna er það auðvitað mjög mikið atriði að ríkisstjórnin fái vinnufrið til þess að koma í veg fyrir það að þurfa að draga á þessi lán, að við þurfum ekki að nota alla þessa peninga, en til þess að það sé hægt þarf auðvitað að gera hér ýmsar ráðstafanir innanlands og þær geta verið misjafnlega vinsælar. Virðulegi forseti, helvitis lyftugangur er þetta. Hvað á fólk að standa lengi í mótmælastöðu hér út á Austurvelli eða annars staðar í borginni? Þolinmæðin er á þrotum og ég held við heyrum það í dag. Og ég vil fá að spyrja því hæstvirtur forsætisráðherra hér að lokum, hver ber ábyrgð á því ef eitthvað gerist hér úti núna? Ég vil fá að vita það sem valdalaus þingmaður hér innan dyra, hver ber ábyrgð á því vegna þess að ég vil ekki gera það. Framar öllu öðru þarf það fólk að fara frá sem klúðrað hefur málum okkar eins herfilega og raun ber vitni og þjóðin að fá tækifæri til að kjósa nýtt þing með raunverulegt umboð. Þessi ríkisstjórn hefur sýnt sig vanhæfa að gæta hagsmuna Íslendinga. Hún á að fara frá og þá að efna til lýðræðislegra kosninga í landinu. Og þegar forsætisráðherra þjóðarinnar óskar eftir því að fá frið fyrir lýðræðinu, frið fyrir fólkinu, frið fyrir þjóðinni, þá er Ísland komið. Og hjá mér er einn mótmælandi, Ragnar Lárusson. Já, hvað er búin að vera lengi hérna í dag? Ég kom bara eftir vinnu, skilaði fjölskylduna heim og labbaði niður í bæ. Af hverju kemur hérna? Bara til sína samstöðu. Ég spyr bara hvar er íslenska þjóðin? Ætlar að vera hérna áfram í kvöld? Já, ég ætla að vera alltaf eins lengi og ég mögulega get. Það var talað að þessi mótmæli eru friðsöm. Það hefur komið til átaka milli lögreglu og mótmælenda. Já, hvað finnst þér um það? Ég þekki það allavega ekki. Ég kom hérna til þess að vera í friðsamlegum mótmælum. Ég sýni bara stuðning og klappa og mótmælum með þeim og ég horfði á þessa hærra menn hann uppi. Þeir komu hann út í gluggan á hann og þeir voru hálf brosandi að hlæjanda fólkinu og bent á það. Ég held að þetta sé bara ótrúlega óvirðing við fólk. Alveg þetta ótrúlegt. Takk fyrir það. Og ja, mótmælin standa greinilega ennþá yfir. Mestu krafturinn í þeim var milli klukkan 1 og 4. Það voru aðeins að fjara undan, menn eru alls ekki hættir. En á tímabili seinnipartinn þá færðist leikurinn eða mótmælin niður að inngangi bílakenndara Alþingis. Það tók lögreglu talsvert langan tíma að koma mótmælendum út úr Alþingisgarðinum í eftirmiðdaginn. Hópurinn kastaði snjóboltum og sleppti skýri á lögreglumenn. Á þessum tíma bættust nokkrir í hóp þeirra sem handteknir voru. Samkvæmt upplýsingum lögreglu nú rétt fyrir fréttir höfðu vel á 3. tug manna verið teknir höndum. Mótmælin færðust síðan niður í innkeysluna að bílageymslu Alþingishússins, en þar voru hinir handtekni í haldi lögreglu. Skorið var á dekk bifreiða og skemmdir unnar á eftirlitsmyndavélum. Mótmælendur sem lögregla handtók voru fluttir á lögreglustöð nú skömmu fyrir fréttir. Við reyndum mikið að ná tali af lögreglunu í dag, en það hreinlega gekk ekki. Lögreglun er búin að vera mjög upptekinn við sína vinnu hér niðri við Alþingishús. Stefán Eiríksson, lögreglustjóri, ætlaði að reyna að koma hérna til okkar, en hann hafði samband með núna rétt fyrir fréttir og sagðist hreinlega ekki komast. En við munum að sjálfsögðu reyna að hafa við hann samband og reyna að ná og tala við hann í fréttum okkur klukkan 10. En uppbótum vegna inngöngu Íslands í Atlantshafsbandalagið í mars 1949 eru eina hliðstæðu mótmælin í sögunni. Þetta er mat Guðna T.H. Jóhannessonar sagnfræðings. Þótt oft hafi komið til mótmæla hérlendis í gegnum tíðina, á andófið við Alþingishúsið í dag sé fáar hliðstæður. Já, það er bara 1949 sem kemur upp, ekkert annað. Það voru hér mótmæli hörð af ýmsu tagi árin þar á milli. Mann dettur í hug landhelgismál, reiður, líður, nánast lagði í rúst sendiráðsbyggingu hérna 1973 þegar okkur var illa við Bretana. En mótmæli
fyrir utan Alþingishúsið, mótmæli sem beinast að þinghúsinu, þau hafa ekki verið eins hörð síðan 49. Kalda stríðið var í hámarki þegar óeirðirnar vegna NATO-inngöngunnar brutust út og þá var spennan í samfélaginu jafnvel ennþá meiri en nú. Guðni segir átökin á Austurvelli 1949 sé að mörgu leyti ólík þeim sem þar eru í dag. Þá voru sjálfboðaliðar til varnar í þinghúsinu sem bustu út og rýmdu völlinn og lögregla kom með sitt táragas og eftir það róaðist staðan talsvert þó það væri nú áfram hiti í mönnum. Þannig að það er auðvitað stóri munurinn. Í dag var lögreglan að kljást við tiltölulega lítinn hóp mótmælenda. Þá voru stríðandi fylkingar almennings á Austurvelli. Tímamót urðu í bandarískri stjórnmálasögu í dag þegar Barack Obama sór embættiseið sem 44. forseti Bandaríkjanna. Sveinn Helgason, okkar maður í Bandaríkjónum, var í miðri mannmerðinni við þinghúsið í Washington. Sveinn, hvernig var að upplifa þetta? Það var hreint ótrúlegt að upplifa þetta, Páll, hér í dag. Það talið að 2 milljónir manna hafa verið á The Mall svæðinu á milli þinghúsins og Lincoln minnismerkisins hér í miðborg Washington. Fólk kom eldsnemma í morgun, fór í langar raðir til að vera sem bestum stað og upplifa þessa sögulegu stund og það skein eftirvænting og gleði úr augum margra og raunni allra. Fólk hafi beðið lengi eftir þessari stund, til dæmis teldukkir íbúar Bandaríkjanna, og það mátti glögglega sjá að viðbröðum í ræðu Obama hér áðan að hann hefur líklega náð að kveikja neista í hugum fólks og bandaríska þjóðin þarf heldur betur á því að halda. Hann reyndi að hvetja þjóð sína til dáðar. En Obama er núna að snæða hátíðisverð ásamt eiginkonum sinni, fjölskyldu og fleira tignað fólki sem voru komast. En hann tók daginn snemma í morgun og fór í kirkju. Hundruð þúsunda streymdu á flatirnar milli Washington minnismerkisins og þinghúsins á meðan Obama fjölskyldan var í kirkju. Að kirkju heimsókninni lokinni lá leiðin til fundar við Bush Bandaríkjaforseta og eftir stutt kaffespjall héldu þeir Bush og Obama svo frá Hvíta húsinu að þinginu. Cheney varaforseti yfirgaf raunar vinnustaðinn í síðasta sinn í hjólastól en hann slasaðist við flutning á nýtt heimili. Stórir skarar biðu í eftirvæntingu eftir hópnum við tröppur þinghúsins. Fyrst sór Joe Biden embættiseið. I, Joseph Robert Biden Jr. do solemnly swear. Og þá var komið að Barack Obama, 44. forseta Bandaríkjanna og þeim fyrsta svarta. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. That I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute faithfully the office of President of the United States. The office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Nýja forsetans bíða ærin verkefni, líkast til dýpri kreppa en flestir forvera hans hafa þurft að kljást við, 2 stríð og svo þarf að uppfylla gríðarlegar væntingar almennings í Bandaríkjunum og víða heim. Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be new. But those values upon which our success depends, honesty and hard work, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism, these things are old. At a moment when the outcome of our revolution was most in doubt, the father of our nation ordered these words be read to the people. Let it be told to the future world that in the depth of winter, when nothing but hope and virtue could survive, that the city and the country, alarmed at one common danger, came forth to meet it. America, in the face of our common dangers, in this winter of our hardship, let us remember these timeless words. With hope and virtue, let us brave once more the icy currents and endure what storms may come. Thank you. God bless you. And God bless the United States of America.
8 ára valdatíð George Bush forseta er nú formlega lokið. Sá tími hefur einkennst af átökum og upplausn og við lok valdatíðar sinnar er forsetinn fráfarandi einn sá óvinsalegsti sem sögur fara. I, George Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. the office of President of the United States. Kosning George Bush var á sínum tíma afar umdeild og tæpast er hægt að segja að hann hafi sem forseti setið á friðarstóli. Árásinnar á Bandaríkin 11. september 2001 mörkuðu þáttaskil í valdatíð hans leið og þær afhjúpuðu reynsluleysi hans. Í hönd fóru 2 mannskæðar styrjaldir sem enn sér ekki fyrir endan á, fyrst í Afganistan og svo í Írak. Árásin á síðanenda ríkið var undir því yfirskinni að þar væri búin til gereyðingavopn sem nota ætti gegn Bandaríkjunum. Nokkrum mánuðum eftir innrásinni í Írak hrósaði Bush ótímabærum sigri. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Ormagrifin sem hernaðurinn í Írak opnaði hefur kostað 100.000 mannslífa og framferði bandarískra hermanna hefur ekki bætt úr skák. Handan Atlantshafsins stendur svo annar miðurgeðslegu minnisvarði stjórnartíð Bush, fangaðbúðirnar í Guantanamo þar sem 250 menn sitja enn án dóms og laga. Þrátt fyrir allt þetta var forsetinn endurkjörinn nokkuð örugglega 2004. Tæpu ári síðar tók hins vegar að fjara hratt undan honum heima fyrir þegar fellibylurinn Katrina lagði New Orleans og nágrenni nánast í eyði. Bush þótti bregðast seint og illa við og hafa lítinn skilning á alvöru málsins. And Brownie, you're doing a heck of a job. Samdráttur í efnahagslífinu hefur sett mark sitt á síðustu misseri forsetatíðar George Bush. 1300 milljarða dala halli var á fjárlögu ríkisstjórnar hans árið 2008 og algjört hrun hefur orðið á hlutabréfamörkuðum. Innan af fjórðungur landa hans segist nú styðja hann og móttökurnar sem hann fekk í Bagdad á dögunum segja mikið hug annarra til hans. Sjálfur kveðst Bush viss að sagan eigi eftir að fara hann mildari höndum en samtíðin. Og hér innan stundar hefst skrúðganga heilmikil og Barack Obama ætlar að taka til óspilltra málanna strax. Hann ætlar að senda George Mitchell til að stilla til friðar í Miðausturlöndum. Hann þarf að taka á stríðinu í Afganistan sem gæti honum orðið þungt í skauti og Obama hefur líka lofað að ljúka stríðinu í Írak. Þannig að það verður nóg að gera hjá Obama líka í því að ráðast til allur gegn efnahagsvandanum og hersveit embættismanna hans er þegar tekinn til starfa í Hvíta húsinu. Þaðan verður líklega að vænta tíðinda á morgun. Takk fyrir þetta.